Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp að þessu sinni hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Við ætlum að fjalla ýmislegt í dag. Við ætlum meðal annars að fá hann til okkar Hákon Guðna. Hann að syngja og nýbúinn að gefa út bara ansi hreint fínt tónlistarmyndband. Já, mjög efnilegur söngvari farferð. Svo ætlum við að fara náttúrulega í bækur vikunar. Við ætlum að ræða með Guðrúnu Karítas og sjá hvað koma út í Kiljum. Svo Mottumars. Við ætlum að tala Ívarskegg. Nú margir huglegi mennirnir þessa dagana með mottuna, en ég var nú að segja bíð alveg eftir apríl, sko, og málefni sé gott. Já, það margir konur sem að kvíða fyrir þessum mánuði. Já, og það var eitthvað fleira, var það ekki? Jú, svo ætlum við að tala við nokkra í Dalvík Reyni og þeir að fara að setja upp mjög óvenjulega tónleika. Það er þannig að held ég að söngvararnir þurfa að borga sig upp á svið eða einhver þarf að borga fyrir þá upp á svið. Þetta þeir safna pening fyrir sumarið með þessu móti. En við ætlum að byrja á því að tala aðeins kvikmyndahátíð. Varstu velkomin til okkar, Kristín. Takk. Það er nú orðin dálítil hefð fyrir frönskum kvikmyndadögum að minnsta kosti hérna á Akureyri, en þeir eru ekki bara hér heldur víðar landi. Segðu okkur aðeins bara frá þessari hátíð, kannski. Já, þessi franska kvikmyndahátíð á sér 14 ára sögu á landinu, það er að segja í Reykjavík, og hér er hún að koma í 4. skiptið. En í fyrsta skipti í rauninni á Norðurland, ef maður segja svo, að því að nú verður líka vera 2 myndir sýndar sem sagt í Fjallabyggð, bæði Siglufirði og Ólafsfirði. Og það eru aðrar myndir, sem sagt 2 þeirra eru aðrar heldur en við erum að sýna hér á Akureyri. Og þeir sem að standa á bakvið þessa kvikmyndahátíð eru sem sagt sendiráð Frakklands og Íslandi og Franse Alliance, Akureyrarbær og Fjallabyggð. Og kannski að segja eins frá, vitið þið kannski hvað Alliance Française er? Það er hljóma svo tryggingafyrirtæki. Já, þetta er sem sagt félag sem er í svona sjálfseignarformi og er bókasafn og nokkurs konar menningarstofnun fyrir þá sem að vilja kynnast Frakklandi og læra frönsku. Og þau standa sérst fyrir menningarviðburðum. Er þetta alþjóðlegt félag eða er það bara hérna? Já, alþjóðlegt, já. Ég held að sé 163 löndum. En núna er það þannig að ef þú vilt sjá alla myndina sem er á hátíðinni, þá þarf það að rúnda milli bæjarfélaga? Já, í raun. Já, sem að gera þetta litið skemmtilega kannski? Já. Ef þú fer á franska bíl á milli? Nákvæmlega, tekur fram runóinn og drífur það af stað. Já. Ég man, eins og það voru franskir dagar hérna í fyrra og það er alltaf svona pínu skrítið þegar verið að setja upp kvikmyndahátíð sem er ekki með ensku talandi kvikmyndum. En þetta kom hins vegar óvart í fyrra manni. Það var nánast fullt á hverju sýningu. Já, það var náttúrulega líka voru myndir kannski sem hafa verið svolítið mikið talað og stór skemmtilega myndir. Já. Þannig að það er svolítið að lifna við þessi bíóstemning að geta farið á eitthvað annað heldur en Hollywood myndir. Já, mér finnst það sérstaklega þó að sé náttúrulega ekki, það er aldrei nógu mikið framboð af evrópsku myndum finnst manni hér. En hins vegar hefur það batnað mjög mikið. Bara frá því fyrir nokkrum árum. Já. En hvað verður þá í boði á þessu sinni? Opnunarmyndin heitir Le Tableau og heitir Málverki á íslensku. Það er teiknimynd sem er svona listræn dæmisaga fyrir listamanns. Þannig að það er í rauninni fjölskyldumynd og allir hjartanlega velkomnir að koma á morgun og næstu daga. Það sem það eru 3 sýningar á hverjum degi hérna á Akureyri. Og myndin sem er klukkan 5 heitir Að vera og hafa og er áhrifamikil gamanmynd lífið í litlum grunnskóla sem gæti nú verið svolítið skemmtilegt fyrir fólk hérna í Eyjafirði að kíkja á, ekki bara Akureyri heldur bara allan fjörðinn. Og síðasta myndin sem er sýnd á sunnudaginn heitir Hinir ósýnilegu og svolítið skemmtilegt að hún skuli koma af því að hún fjallar svona þessar áskoranir sem að blasa við samkynhneigðum eldri pörum. Þannig að hún svona rímar svolítið við eins og leikfélagið með Lísu og Lísu. Og þetta er svona hjartnæm og áhrifamikil saga. Einlæg, mjög. En hvar eru þessar bíómyndirnar eins og hér á Akureyri, þetta er í... Það eru sýndar í Hofi. Og í Reykjavík?
Já, það er semst kvikmyndahátíðinni er lokið í Reykjavík. Hún er lokið, já. Þannig að núna tökum við. Núna þurfa allir að koma norður að sjá myndirnar. Allir að koma norður. Þessi mistaði verið svona. Já, og gaman að segja frá því reyndar að svona upphafsmennirnir af því að franska kvikmyndahátíðin kemur hingað norður er félag áhugafólks kvikmyndir sem það Kvikindi. Já. Kvikmyndaklúbburinn. Já. En hvernig með því sjálfa, á hvað horfið þú? Já, gaman og skildi spil. Ég horfi mjög mikið á evrópska myndir. Já. Og fjölskyldan til dæmis hefur það fyrir venju að þegar við förum í vetrarfrí í kringum öskudaginn, þá tökum við með okkur nokkra myndir sem við fáum á Amtsbókasafninu. Og núna síðast þá voru það 3 danskar og 1 sænsk. Já. Þannig að við erum rosalega mikið fyrir að horfa á svona skandinavíska myndir. Já. Og svo á síðasta ári reyndar þá tókum við 5 franskar myndir. Þannig að Amtsbókasafnið er náttúrulega hreint ásamt í þessu að geta fengið evrópska myndir lánaðar. Þetta er ekki þannig að þú ert leiðilega manneskjunni í fjölskyldunni. Já, nú horfum við evrópska myndir. Hvað? Uppeldi? Já, þetta er uppeldi og það er að virka. Já, ég get ekki sagt annað. Dóttirinn svona málabraut og svona, sko. Það hlýtur náttúrulega bara að vera stundum að fá að bara bjóða upp á þér. Þegar það er ekkert annað í boði, þá náttúrulega er maður svo óvanur í að horfa. Maður þarf smá stund að venjast í að horfa á kvikmyndir og öðrum tungumálum. En leið og það sá veggur er farin, þá er þetta ekkert mál, þannig að... Já, og sérstaklega kannski með frakkanir, þeir alltaf verið mjög framalega í kvikmyndagerð. Jú. Það er náttúrulega kannski allt í lagi að segja frá því að það er ekki nema ein mynd sem er með íslensku texta. Og það er mynd sem er sýnd á Siglufirði, í Bláa húsinu. Og það er ein þögulmynd og hún er sýnd í Tjarnarborg. Og allar hinar myndirnar eru sem sagt náttúrulega á frönsku en með enskum texta. Þannig að menn fá heilmikið út úr því að fara í bíó. Það er fullt af tungumálum. Það verður 3 týndir þegar þeir góða og franskri hátíð. Og diplómi. Já, mitt. En hver er þú spenntust fyrir að þessum myndum? Ég ætla að sjá opnunarmyndina, málverkið, og ég ætla að sjá hérna Ósýnilegu. Og svo er ég mjög spennt fyrir prinsessan, nú því að taka upp blaðið, prinsessan af Montpensier, sem er byggð á samnefndri sögu Madame de Lafayette. Það er svona ástarsaga sem gerist á svona stríðstímum eða trúarbragðastyrjöldinni. Þannig að þetta eru allavega 3 myndir sem ég ætla að kíkja á núna. Og alveg sama hvað þú ert að fá í launamánuði, þú hefur enga afsökun til að mæta ekki. Absolutt. Því það er fríttinn og allt það. Já. Það komið og njótið, verður að segja. Nákvæmlega. Gaman að fá þig. Takk fyrir. Og við bara hvetjum fólk til þess að mæta og njóta franskra kvikmyndahátíðar hérna fyrir norðan að minnsta kosti og við ætlum að halda áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.